Ja, góðan daginn og velkomin hingað í Vodafone. Það náttúrulega hálfleiðilegt að öll félög skuli ákveða að birta á sama tíma, en við fyrir okkar leyti ætlum að reyna að standa okkur betur næst að tímasetja okkur með aðra, en þetta er endalaus barátta að reyna að hafa þetta ekki allt í belg og byðu, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að mæta hérna í dag hjá okkur. Okkur finnst þetta bara gott uppgjör, við erum bara ánægð með þetta og við ætlum að hafa fundinn bara svona með svipuðu sniði og við höfum haft hann. Hrönnkynni tölurnar og svo kem ég í restina og verð með svona smá hugleiðingum hvað er svona helst í gangi hjá okkur. Þannig að ég ætla bara ekki að eða tímanum og gefa bara boltan og Hrönn. Gjörðu svo vel. Takk Stefán. Góðan daginn. Þessi á virkaði það ekki? Já. Heyrðu, hérna er nú bara helstu niðurstöðurnar fyrir ársfjórðunginn. EBITDA okkar nam 790 milljónum og EBITDA hlutfalli var 22,1% og EBIT hlutfalli 12,2%. Og rekstrarkostnaðurinn okkar hann er að lækka á milli tímabila, fyrir hans bara betur í þetta eftir og tekjurnar á móti að fara upp. Og sterkur efnahagsreikningur er í okkur í lok tímabilsins upp á 54,1% eiginfjárhlutfall. Og handbært frá rekstri var 539 milljónir eða 175% hærra heldur en fyrsta fjórðungi 2014. Og við förum bara beint hérna í rekstrarreikninginn. Nú eins og ég sagði, seldavöru og þjónustu voru að fara upp 2% milli ára, námu 3.251 milljón. Nú kostnaðarverð okkar var 1740 og stóð nokkurn veginn bara stað á milli tímabila. Framleiðin nam 1511 milljónum og hún er að aukast 5%. Og framleiða hlutfallið er 46,5% á móti 45,2% fyrir sama tímabili fyrra. Rekstrarkostnaðurinn nam 1116 milljónum og dróst saman í 3% og EBITDA okkar 719 milljónir og það er aukning 13% á milli tímabila. Hrein fjármagnsgjöld hafa lækkað á milli ára og hagnaður tímabilsins nam þá 236 milljónum og 135 milljónum fyrir sama tímabili fyrra og hækkunin 75%. Og eins og ég sagði áðan, EBITDA hlutfall okkar 22,1% til samanburði 20% í fyrra og EBIT 12,2% á móti 9,1% fyrir ári síðan. Nú, tekjusplitt okkar, við breyttum því núna, ákvaðum að gefa aðeins ítarlegri upplýsingar aðra tekjur, færðum vörusölu þar úr og það voru einhverjir liðir þar undir sem við færðum á rétta staði aðallega inn á internetið. Þannig að þetta raun og veru er þá ennþá ítarlegri skipting heldur við verið að gefa áður og eins og við sjáum þarna þá er farsíminn hann er að standa í stað á milli ára. Nú náttúrulega er engin áhrif af lúkningu eða nánast engin, allavega ekki neitt sem bera svona að telja og internetið er að fara upp 5% á milli ára, sjónvarpið fyrir upp 2% og vörusalan upp 26% en svo er þarna lækkun í fastlínunni og öðrum tekjum. Þannig að samtals gerir þetta 2% aukningu á milli tímabila. Nú, við stiltum upp breyttum tekjuflokkum til þess að þið hafið til samanburðar aftur í tíma og við sjáum náttúrulega hvernig dreifingin er á milli tekjupóstana og sérstaklega kannski vekja athygli á farsímanum. Þarna sjáum við árstíðarsveifluna hjá okkur í farsímanum að þriðji fjórðungur hann er stæðstur í farsímanum. Og við sjáum til dæmis líka í vörusölunni, þá sjáum við hvernig jólin eru þar, þannig fjórða fjórðungi. En það sé svona aðeins betur. Aðrir tekjupóstar eru jafnari yfir árið. Og þetta sést líka mjög vel í stöflunum yfir EBITDA. Þá sjáum við hvernig þriðji fjórðungurinn er langstæðstur. En fyrsti fjórðungur núna, 790 milljónir, er besti fjórðungur, EBITDA fjórðungur sem við höfum haft sem samstæða. En það er þriðja uppgjör okkar í röð, þar sem við erum að toppa okkur í EBITDA. Nú, að handbæru fé, þá er handbært fé frá rekstri 539 milljónir. Það jókst 343 milljónir á milli tímabila eða 175%, samanburði við sama tímabili fyrra. Nú helsta ástæðan bak við þetta er náttúrulega að hagnaðurinn okkar er 101 milljónir hærri, en síðan er þetta að mestu leyti bæði í vaxtagjöldunum og svo líka í working capital, að það er aðal í viðskiptaskuldunum var mikil breyting á milli ára.
Fjárfestingarhreyfingarnar, við erum sem sagt 100 milljónum lægri heldur en fyrir sama ársfjórðung í fyrra og undir fjármögnunarhreyfingar þá sjáum við náttúrulega bara vel í sjóðstreymin okkar, við greiddum arð upp á 219 milljónir. Við vorum með endurkaup þar sem sagt, við klárum endurkaup áætlunarnar í lok febrúar, þetta voru einhverjar 13 milljónir sem við keyptum tilbaka fyrstu 2 mánuðina og svo er þetta bara hreyfingar af borgunarlánum og dregið á rekstrarlánalínu. Þannig breytingar handbærisfé 83 milljónir, voru mínus 90 í fyrra og handbærisfé í lok tímabils 600 milljónir á móti 240 og frjálsa fjárflæði þá 326 milljónir fyrir þennan fjórðung á móti mínus 109 í fyrra. Varðandi efnahagsreikninginn, eins og ég sagði áðan, eiginfjárhlutfalli 54,1% lækkar aðeins frá 54,7%. Náttúrulega aðalega vegna arðgreiðslunnar. Hreinar vaxtaberandi skuldir, þær eru þarna 4.584 lítilleg hækkun, við drógum aðeins á rekstrarlánalínuna. Veltufjárhlutfall okkar er 1,6 og það er sterkara heldur en það hefur verið áður og netto EBITDA 1,4. Varðandi horfur, við erum ennþá bara með óbreyttar horfur fyrir rekstrarár 2015 frá því sem við kynntum bara í febrúar. Þannig við ætlum bara að standa við þetta áfram. Þá er ég búin, er einhverjar spurningar? Kannski einhver sérstök ástæða þegar rekstrarkostnaðir að lækka með það? Þetta er í bara ýmsum liðum sem þessi rekstrarkostnaður liggur. Þetta var fyrsti fjórðungur í fyrra þá vorum við með kostnað meðal annars vegna í kjölfar styrkingu innviða sem féll dálítið mikið til á fyrsta fjórðungi. Þannig að það er aðeins að skila sér þar. Fleiri spurningar? Er CAPEX eitthvað að minnka það? Við bara stöndum við horfurnar. Eins og við vorum 11,9%. Þannig að við ætlum að vera á bilinu 10,5 til 11,5. Þannig að það er aðeins lægra sem við gerum ráð fyrir. Já, það er bara hvernig það fellur til. Munar 100. Og það getur verið mjög misjafnt hvernig það fellur til innan ársfjórðunga, bara fyrir eftir hvað fyrir mikill tími í uppbygginguna sem við erum að vinna að. Og ef það er ekki fleiri spurningar þá gef ég orðið til Stefáns. Takk fyrir. Takk Hrönn. Já, ég ætla að byrja að gefa smá bara skýrslu varðandi samrekstrarmál með Nova. Þetta er kannski aðeins að útskýra það að í raun og veru var sótt að fara í þetta mál fyrir 1 eða 1,5 ári, svo fáum við leyfi frá SKE í rauninni til þess að eiga þessar viðræður. Þá eru þetta bæði félög búin að eiga heilmikla uppbyggingu í 4G í millitíðinni. Þannig að það sem þurfti að gera, og þetta er náttúrulega verið að sameina 2 í rauninni tæknilega innviði, það þurfti í rauninni að mappa upp aftur tæknilegu innviðina sem að myndu fara inn í samrekstrarfélagið og í rauninni gera aftur fjárfestingaráætlun í rauninni til framtíðar út af við verðum í rauninni að ná saman það hvernig við munum byggja síðan upp þessa innviði til framtíðar. Þannig að sú undirbúningsvinna hefur bara gengið vel og eftir áætlun og við erum í rauninni komin á þann stað að henni er lokið og þá er í rauninni hægt að setjast niður og fara aftur að skoða samningan og svo framvegis og reyna að ná saman. Þannig að við hefum bara sagt að þetta gangi eftir áætlun og gerum ráð fyrir að það dragi til tíðinda nú á í rauninni þessum fjórðungi. Þannig að það verður þess verður ekki langt að bíða að við fáum niðurstöðu þetta mál. En auðvitað höfum við sagt það getur auðvitað brugðið til beggja vona þegar 2 aðilar eru semja svona nokkuð flókið mál sem getur auðvitað verið til hagsbóta fyrir báða aðila. Annars værum við ekki að standa í þessu öllu saman. Við erum á fullu að byggja upp eins og við höfum sagt í 4G og erum í 83% útbreiðslu til í rauninni mælt eftir búsetu. Það sem við erum líka og ætlum að gera á árinu, við ætlum að byggja út sjósamband út á haf, við ætlum að nota það, við erum með 800 tíðniband sem er langdrægt og setja farsímasamband út á haf.
Þetta mjög spennandi fyrir þetta fyrirtæki út að markaðshlutdeild hefur verið hlutfallslega lág í sjávarútvegi og þannig erum við auðvitað að bæta þjónustu við sjávarútveginn, þess að fjölda aðila bæði stórar útgerðir og minni aðila sem í þessari útgerð út allt land og það má í rauninni segja að þetta vinstra megin á kortinu sem við sjáum dökkrauðu svæðin, þar erum við nokkurn veginn búin að koma sambandinu í gagnið og við erum svo að færa okkur hérna á Austurlandið núna seinni part árs. Og við finnum bara mjög sterk og góð viðbrögð úr sjávarútvegi á þetta og þetta bara skemmtilegt fyrir sölun okkar að vera að ræða þetta og svona skemmtilegt skref fyrir okkur. Á sama tíma erum við eina fjarskiptafyrirtækið ennþá sem býður 4G á ferðalaginu, það er að segja bæði fyrir túrista frá þessum 12 löndum sem þarna eru á Íslandi í sumar og einnig fyrir okkur sem erum að ferðast til þessara landa þá erum við að bjóða 4G og erum auðvitað að bjóða ákveðna pakka varðandi það að fólk veit svona sirka hvað það mun borga fyrir það og svo framvegis. Þannig að þetta orðið miklu meiri og sterkari valkostur við Wi-Fi þegar þú ert erlendis og ég sjálfur lenti í því á hótelum daginn að það var Wi-Fi sem ég gæti borgað 15 pund fyrir eða eitthvað álíka og svo var ég með 4G og ég vissi hvað það kostaði og það var miklu hagstæðara. Þannig að þetta er rauninni allt öðruvísi og talsvert mikilvægt og þetta farið að virka vel erlendis og meina mjög mikilvægt fyrir okkur að ná þessu þetta fyrir sumarið, fyrir þennan tíma þegar fólk að ferðast að fólk geti nýtt þetta gagnamagn. Mér langaði aðeins bara að staldra við út að það kannski svolítið abstrakt fyrir í rauninni fjármálamarkaðin hvers vegna þú veist, ég heyrði þetta á sínum tíma þegar ég var á fjármálamarkaði, hvers vegna verið að byggja 4G, 3G ekki bara alveg nóg, svo framvegis. Við í rauninni breyttum til dæmis rukkun í farsíma, þannig að nú tökum við útgang. Ég gera svona smá greining á því meðalnotkun gagnamagns eftir 2G, 3G og 4G. Þetta okkar eigin tölur frá mars, bara marsmánuði. Og þarna 2G, það 1 sem sagt, þetta vísitala. 3G þarna 40 og eitthvað og svo 4G 141. Þannig að það 141 sinni meiri gagnamagsnotkun á 4G en 2G. Fjórfalt, nei tæplega fjórfalt meiri notkun í rauninni á 4G en 3G, svona milli 3-4 sinnum. Þannig að það rauninni þetta ástæðan fyrir því að fjarskiptafélög að byggja upp 4G og þessi notkun alveg án þess að fólk fara á eitthvað námskeið hvernig á að nota gagnamagn. Neytandi bara þegar neytandi fær 4G síma fær sanngjarnt verðmódel eða verðlagningamódel hvernig notkunin þá bara notar fólk þetta og við þekkjum þetta sem erum byrjuð að nota þetta, þetta bara breytir því hvernig við notum þetta og þetta auðvitað ástæðan fyrir því að það mikilvægt fyrir fjarskiptafélög að byggja upp 4G. Við stóðum við stóra orðið frá síðasta fundi, við komum með nýjung í sjónvarpinu okkar og erum ekkert hætt þar. Þetta svo kallað subscription VOD sem líka mikill mikill vöxtur í og við erum í rauninni, þetta ókeypis fyrir okkar viðskiptavini, geta farið að kynnast þess í dag inn á í rauninni sjónvarpi Vodafone og hefur bara verið frábærlega tekið af okkar viðskiptavinum hingað til og við munum bara halda áfram að vinna með þetta og þróa. Þetta mjög eðlileg í rauninni þróun frá því að við erum búin að vera með svo kallað T-VOD sem í rauninni leigan okkar, þar kaupir hvern titil en það sem auðvitað áhugavert við þetta áskriftartekjur þannig að fólk í rauninni bara hefur aðgang að ákveðnu portfólíu og kvikmyndum á hverjum tíma og barnaefni og tónleikum og lesnum sögum, það allavega eins og það í dag og í rauninni getur notað það að vild. Af hverju erum við að þessu? Við höfum verið að sjá, þetta tölur í rauninni notkun á tímaflakki og leigunni hjá okkur. Og þið sjáu það að frá desember 2013 þá 56% aukning á í rauninni pöntunum á leigunni og tímaflakki hjá okkur.
og þið sjáu það sérstaklega þarna, við hefðum í rauninni getað plottað þetta frá mars til mars og þú hefur nánast fengið sama vöxt vegna þess að vöxturinn sérstaklega núna síðustu 6-9 mánuði og þetta finnst okkur bara mjög áhugavert og endurspeglar að vissu leyti ákveðna breytingu sem að verða á því í rauninni hvernig við neytum afþreyingar og okkur finnst þessi vara okkar í rauninni þar sem að þú getur nálgast gæða kvikmyndir hvenær sem þér hentar fyrir ákveðið verð á mánuði sem við teljum að sé sanngjarnt sé í rauninni bara hárrétta varan inn á þennan markað og mjög í takt við aðrar vörur sem við erum með á þessu sviði. Og næsta skref í okkar sjónvarpi að við ætlum að koma í rauninni okkar sjónvarpi og okkar sjónvarpsþjónustu í öll tæki og það verið að vinna þessu á fullu og við klárum þetta í sumar. Þarna má segja að vegna þess að þú þarft til þess að keyra Vodafone sjónvarp sem að keyrir Vodafone Play þá þarftu internet frá okkur. Það tengist auðvitað ákveðnum tekjupósti hjá okkur að þú verður að hafa interneti til þess að fá Vodafone Play þessa vöru. En í raun og veru þessi breyting að tengja í rauninni GSM-in eða farsímann og internetið og sjónvarpið saman. Vegna þess að þarna getur þú farið að horfa á í rauninni alla sjónvarpsdagskrá eða Vodafone Play eða svo framvegis. Hvar sem þú ert og ef þú ert með 4G-merki og eins og ég segi sanngjarna verðlagning á því þá getur alveg verið upp í sumarbústað og þess vegna strengt kvikmynd þar. Þannig að þetta svona í rauninni tilraun til þess að taka saman hvernig það sem við erum að gera tengist í rauninni þessum fjarskiptabransa og hvernig hann að þróast. Og við erum mjög spennt að sjá hvernig seinni partur árs hvað þetta mun þýða fyrir okkur og ég held að þetta muni skapa mjög skemmtilega dýnamík fyrir okkur í okkar rekstri sem að vissu leyti ný. Aðilar hafa kallað þetta quad play, þar að segja að þú ert í raun að bæta þessir sjónvarpsþjónustu við. Og ég veit að samkeppnisaðilar okkar eru á fullri ferð en við ætlum ekki að gefa okkar eftir. Þannig að þetta var svona mín skilaboð í dag. Einhverjar frekari spurningar? Ef ekki, þá þakka ykkur kærlega fyrir að mæta og við sjáumst eftir sumarið, vonandi með annað gott uppgjör. Takk fyrir kærlega.